Það gott að vera komin aftur út á völlinn. Já, það gott. Loksins. Þetta búið að vera langir, 3,5 mánuðir. Þannig að bara frábært að koma tilbaka. Já, þetta gerist náttúrulega að þú fagnar að maturinn læri rétt fyrir HM. Já. Og síðan, hvað tekur þetta sig upp aftur? Þegar þú ferð að reyna þetta aftur í mars? Eitthvað svo leiðis, byrjun mars. Það reynum við aftur og það var bara of snemmt. Og þeir bara hafa varan á núna, þannig að það myndi ekki gerast í þriðja skipti. Þá væri þetta mjög slæmt, en allt komið gott núna og bara maður breyta tíma vel bara að vera að lyfta og eitthvað svo leiðis, þannig að það er bara búið að vera, maður er búin að nýta tíma vel þessa 3,5 mánuði, en loksins og frábært að koma tilbaka. Já, og náður hérna 2 leikjum með Melsungen áður en að koma að landsleikjum. Einmitt, 1 Evrópuleik og 1 Bundesliga-leik. Þannig að nú er bara að horfa fram á veginn. Já, það er ekkert annað. Það er nóg að leikjum eftir og þannig að við erum svona inn í öllu ennþá, þannig að það er nóg eftir og heldur betur að gefa í núna. Það er harður slagur hérna á toppnum í Þýskalandi? Heldur betur og það er slæmt að fara að mista þessi núna en þetta er bara, þetta er erfið deild og erum líka inn í Final Four í Evrópudeildinni, þannig já, það er nóg leikjum eftir og það er bara einmitt gefið í sem ég segir. Það er loka vikurnar verða mikill sprettur. Já, heldur betur. Það er ekki oft sem maður á svo marga leiki eftir í maí, sko, en það er bara gaman að vera inn í öllu og bara frábært að ná að koma tilbaka núna og einmitt ná svona mörgum leikjum að maður fyrir sumarfrí. Já, og svo náttúrulega pressa líka hjá félaginu, að vinna loksins. Já, loksins er félagið svona inn í öllum keppnum, núna er eitthvað möguleiki fyrir klubbinn að vinna loksins eitthvað bikar, hann hefur aldrei unnið neitt bikar, það er svona, já, hvað segir maður, tilhlökkun eða eitthvað svoleiðis ef við skyldum vinna eitthvað bikar en búin að vera frábær árangur hingað til, en það væri til að fá 1 bikar í Melsungen. Hvernig er staðan á annars á samningamálum hjá þér? Ég á 1 ár eftir til 26, þannig að það er bara og svo bara sjáum við til. Já, þannig að þú ert ekkert nefndi baráttu í vor að leita um Nei, ég á 1 ár eftir og já, þannig að maður er ekkert að hugsa neitt um það, sko, það er bara setjum tíma, hvað segir maður, heitin tíma. Já, það er nógu tími til að hugsa það. Já, nógu tími.